var held í Íslandsmeistari með Gumma ekki? Jú, gott ef ekki. Gott ef ekki. Nú, eins og sagðir, Framar búin að vera fyrir miklum skakavöllum í sumar. Búin að missa bara næstum því heilt byrjunlið. Missa menn eins og Arnar Freyr til Svíþjóðar, Ólaf Ægi til Vals, Þorgils Már til Noregs og svo fleiri mætti telja. Og kannski svona að stæðsta var að þeir mistu markmanni sinn til afturheldingar. Hann Kristófer. Já, það er akkurat. Það var svona, þá tekur ungur Framari við Valtýr Már og honum til halds og traust ennþá yngri maður. Það hann Viktor Gísli Hallgrímsson. Já, Viktor Gísli Hallgrímsson, hann fæddur árið 2000 ef mér skilst rétt. Gríðarlega ungur og efnilegur leikmaður þar á ferð. En við sáum hér fyrir leik var Þorgeir Bjarki Davíðsson. Hann fekk blómund, hann spilaði með liði Gróttu í fyrra. Já. Já, herru, þarna dómarar leiksins, það þeir Arnar Sigurðsson og Svavar Pétursson. Þeir eru öllu vanir og munu væntanlega gera þetta bara að sinni bestu getu. Nú er þeirra starf orðið hans flóknar, Viktor. Já, nýja reglur sem að svona, handboltinn hefur oft verið svona mikil ágiskun. Það alltaf bara, þú hefur sekúndu bara til að ákveða og það getur alltaf farið í báðar áttir og ekki var verið að auðvelda störf dómara með nýju reglunum. Heldur betur ekki og það verður gaman að sjá hvort það verði einhverjir svona skandalar. En svo að við rennum aðeins yfir byrjunarlið Framara. Í vinstri horninu er hann Andri og í vinstri skyttu Sigurður Örn Þórsson og miðjun hérna er hann Nökkvi Dan. Nei, fyrir ekki, ég er að fara vill við hérna. Já, það er rétt hjá þér. Það er Bjartur. Það er Bjartur, hann er Bjartur Guðmundsson, já. Hægri skyttu er hann leikmann númer Arnar Birgir Hálfdanarson og í hægra horni er Þorgeir Bjarki Davíðsson. Inn á línunni beint frá Val, Valdimar Sigurðsson. Valdimar gríðarlega efnilegur línumaður. Í markinu hjá Fram byrjar Valtýr Már Hákonarson. Já, við bíðum gríðarlega spennt eftir því að dómararnir flauti Ólísdeildin á hér í Hertshöllinni. Sjáum að mér sýnist Gróttumenn alltaf byrja í 5-1 vörn með Júlíus Þóri fyrir framann. Það er verið að þurrka gólfin, það hefur sullast eitthvað vatn niður, smá töf. Eftirlitsmaðurinn Ólafur Haraldsson passar að gólfið sé vel þurrt og engin leikmaður slasist. Við það að renna á bleitu, það getur skapað vandræði. Það er hárrétt hjá Viktor. Margir hafa meitt sig á því. En svo fyrir nú að séu léttara tóna, hvernig svona leggst leikurinn í, hvernig spáir þessu? Ég held að Gróttumenn eigi eftir að vinna þennan leik og það nokkuð örugglega. Þeir eru með gríðarlega sterkan leikmannahóp. Já, náttúrulega. Og bekkurinn ekki verri en byrjunarliðið myndi ég halda. En leikurinn er farinn af stað. Það er búið að flauta til leiks í Ólísdeildinni, góðir gestir. Sjáum að Gróttumenn byrja í 5-1 vörn. Það sem Júlíus Þórir Stefánsson ætlar að trufla. Og Framar að láta hann ganga. Þeir stilla upp í kerfi. Langur hægri. Já, Valdimar í gegn. Og fyrsta markið er komið. Það er Framara. Valdimar Sigurðsson skorar fyrsta mark leiksins. Og hann fer í varnarskiptingu við Þorstein Gauta Hjálmarsson. Byrjunarlið Gróttu í sóknin er þannig að Júlíus Þórir er í vinstra horni. Þráinn Orri í vinstri skyttu. Nökkvi Dan Elliðason
bæjarstjórasonurinn stýrir leiknum. Í hægra horni er Finnur Ingi Stefánsson og hægra horni er Þorgeir. Inn á línunni Hannes Grimm. Sjáum að það er strax komin harka í leikinn. Nökkvi Þráinn, Nökkvi stillir hér upp í kerfi. Hásteinn kemur út. Júlíus, nei, þetta er bróðir hans. Og já, það er peysutök, sóknarbrot. Framarar sækja í seinni bylgju. Stefán upp, skotið langt framhjá. Löng sending fram og Framarar sækja enn aftur. Haustbragur hér, fyrstu mínúturnar. Eða hvað? Þá stilla Framarar upp, Valdimar kemur inn á línuna. Arnar Birkir, Bjartur. Það er sama kerfi. Sjáum að Bjartur dregur sig þarna, leysir inn, Arnar Birkir aftur inn á línu, Valdimar Sigurðar, Lárus Helgi ver, frábær markværsla hjá Lárusi Helga og Nökkvi Dan sækir hatt, klippur Finninga, Finnur Ingi fær þarna í andliti guldspjald, Bjartur Guðmundsson fær fyrsta spjald leiksins. Þrátt fyrir það, Finnur Ingi, Þráinn Orri með slagasendingu, fríkast dæmt samt sem áður, ódýrt var það. Framarar spila hérna hörkuvörn. 6-0 með þá Bjart og Stefán. Sigurður Þorsteinsson fyrirgefið í þristónum. Frábært spil, Finnur Orri, Þorgeir Bjarki og hann reynir að snutta hann en það hefnast ekki vel, fótur. Þetta var hárrétt, vel síðan hjá Arnari. Þetta var illa farið þarna hjá frumurum. Illa farið. Eins og segir, þetta er smá haustbræðar yfir þessu. Já, það er haustbræðar og okkur líka. Það er alveg hárrétt. Þá spilaðir 11 vinstri. Þá kemur línumaðurinn út, sjáu hér. Hafsteinn kemur út og sækir hann. Það mun líklega Nökkvi færi Árásuna. Þannig kemur hann Marmann. Og Þorgeir aftur í gegn, hann er óhrættur og hann skorar! Þorgeir Bjarki, nei, þetta er ekki Þorgeir, Bjarki. Þetta er Leonard Þorgeir afsakið. Leikmaður undir 20 ára landsliðs karla sem að stóð sig fanta vel á HM. Það var Sigur Járssona upp og það er klæsilega var hjá Lárusi. Lárus kom með 2 skotvarinn og þá er það Júlíus Þórir inn úr horninu, reynir að hausa en það er framhjá. Svo sem lítið annars kann gert, komin í mjög þröngt færi. Staðan 1-1 eftir rúmar 4 mínútur. Smá hausbræður á liðunum. Væri til að sjá aðeins hraðari sóknarleik. Já, nú ef við tökum mark á Spáni hjá forramönnum, þjálfurum og fyrirliðum, þá ætti Grótta endi í 8. sæti og Framarar falla í 10. sæti. Þannig þetta ætti að vera botslagur. Vel gert hjá Arnari Birki, ólögleg blokkering dæmt á Valdimar, þá sækja þær hatt, Finnur Ingi. Nökkvi Dan upp í loftið og Nökkvi skorar! Þetta var vel gert hjá Nökkva. Á Gróttu menn að komast í gang. Búinn að skora 2 í röð. Og þá stilla Framarar upp, Bjartur og legg hægri. Það kerfi þekkja allir handboltaunendur vel. Þræðir þarna, reynir að tróna með línuna, sendingin slök.
Leonard í gegn og Valtýr ver, þvílík markvarsla hjá Valtý og Framarar sækja hratt. Sigurður Örn upp í loftið og hann skorar. Sigurður Örn Þorsteinsson að skora sitt fyrsta mark hér úr þessari seinni bylgju. 2-6 mínútur liðnar að leiknum. Svona hraða viljum við fá allan leikinn. Og þá stilla þeir aftur upp í sama kerfi áðan. Hannes Grimm kemur út og sækir boltan. Nei, nú leysir Júlíus Þórir inn. Já, þetta var bara slög sending. Þetta var hárréttur dómur. Eða það dæmi ekki neitt, hárrétt ákvörðun dómarans. Já, þetta var vel gert hjá Þorsteini Gauta, sækir hérna vítakast og gult spjald á Þráinn Orra Jónsson. Og þá stígur að punktinn maður sem skoraði 157 mörk í fyrra. Takk fyrir góða daginn. Kemur frá HK. Hvað gerir hann núna? Já, skemmtilega gert. Þetta var sniðið hjá honum. Ekki sem að Lárus Helgi að kunna með þetta. Nei. Þrjú, 2 staðan. Og Gróttumenn stilla hér upp í sókn. Finnur Ingi. Nökkvi. Nökkvi kemur 1-1, sækir Finninga. Þetta er gott spil, Júlíus Þórir í gegn og hann vippar yfir Valtýr Má. Skemmtilega gert hjá Júlíusi Þóri. Hann lét þetta líta of auðveld út. Já. Sáum að Valtýr kom hérna vaðandi á mótunum og það var eins og Júlíus vissi nákvæmlega hvað Valtýr ætlaði að gera. Og Framarar stilla upp og legg vinstri aftur, þá leysir Bjartur inn. Nei, hann fyrir bara í skoti og það er mark! Það er skot úr skrefinu! Það er fallbissan, hvað er það sagt? Bjartur Guðmundsson að skora hér sitt fyrsta mark í leiknum. Og það var að dýrari gerðinni. Svo náttúrulega hefur nú umræðan í suma verið svolítið á þá átta að Framarar er að fara að eiga vandræðum. Þeir vilja alveg klálega sína frá manna. Við erum að gera það. Þeir byrja leiks. Þetta gæti alveg mögulega verið víti. Þetta hefði getað verið vítakast. Ég hef séð flauta víta svona. Það var Þráinn á miðjunni, stjórnar spilinu. Kemur afstæðinu út. Hannes út. Nökkvitar með undir þetta skot. Valtýr ver og frákastið að Framara. Og Arnar Birkir róar leikinn niður. Og þá halda Framarir sókn. Já, stúkan að lifna við. Já, still upp í Oleg vinstri. Það er ekkert að flækja þetta. Nei, það er bara innleysing miðjumanns. Sigurður með skot í þverslána og upp í loftið. Það er markmaður sem á hann. Og Gróttumenn róa leikinn niður. Ætla að stilla upp í góða sókn. Þá kemur þarna Þráinn á miðjuna, Þráboltan. Kemur hann yfir, hann eitthvað, hotnum Júlíusinn. Reynir aftur að setja hann í hausinn á honum, en það gekk ekki. Já, þetta gekk ekki sem skildi. Þetta er vítakast og gullspjald. Þarna hefði maður getað séð tvær. Já, þarna kom að 2 mínútna brottvísun. Þráinn Orri Jónsson fær fyrstu brottvísun leiksins. Vel sótt hann hjá Sigurði. Þráinn reynir að malda eitthvað í móinn en það þýðir bara ekki. Á punktinn stígur hann Andri. Sett hann svona lagalega yfir hausinn á Lárus áðan. Reynir hann ekki tvisvar. Nei, nú tekur hann öruggan hægra megin frá sér séð niðri. Ég trúi þér.
Nei, hann vippar í þverslána. Já, að reyna að hausa. Og vippa. Og svo vippa. Það vantar ekki hreðar á hann. Hann er ekki sáttur með sjálf sig. Athyglisverð breyting þarna í vinstri skiptistöðin er komin Vilhjálmur Geir Hauksson sem var á láni hjá þeim í fyrra. Hann er yfirleitt notaður sem vinstri hornamaður. Vilja fá meiri hraða greinlega. Já, sjáum hann að þetta er svona hálf vandræði, hann veit ekki alveg. Það var svona ekta hornamaður fyrir utan. Ógnaði ekki nógu vel í skotið, dró ekki sem manni en þá línumæðurinn ekki laus. Og bara minna það að Grótta er einu færri. Enginn í markinu hjá þeim. Já, það er gult spjald. Ný sókn. Og stilla enn og aftur í sama kerfi. Sama Arnar Birkir var búinn að lesa þetta útspil en hann Nökkvitan finnur Leonard og Leonard skorar. Andri Þór Helgason var kominn langt fram. Skildi Leonard alveg einan eftir í horninu og það sá Nökkvi. Það sá Nökkvi. Gerði vel í að koma boltanum á réttan stað. Þá stilla Framarar upp manni fleiri í sókninni. Það er 15 sekundur í mannin. Andri Þór og Lárus Helgi ver. Lárus Helgi að verja sitt þriðja skot. Og þá kemur maðurinn inn á. 7. maður. Fer inn á. Það er bara hann Lárus Helgi, hann var farin út af. Það halda Vilhjálmur greinlega skiptinni. Fá hraðan sem að Þráinn kannski ekki alveg með. Þráinn býður upp annað í staðinn. Lína. Skemmtilega gert samt. Góð tilraun á Leonard. Hefði verið gaman að sjá þennan inni og löglegan þar sé. Já, þetta er skref, hár réttu dómur. Og Gróttumenn sækja rætt Nökkvi, Vilhjálmur og þeir róa leikinn niður. Og þá fer Þráinn Orri inn á línuna. Fjölhæfi leikmaður, Skitta og lína. Skemmtileg samsetning af leikmanni. Það er killer combo. Vilhjálmur upp í loftið, Finnur Ingi með skotið, Valtýr ver. Og frákastið er Framara, Andri Þór Helgason, Bjartur. Arnar Birkir horfir fram, sækir hratt í eyðuna og skorar. Arnar Birkir Hálfdanarson er að skora sitt fyrsta markir í leiknum og fyrsta markur í fram í Ólís-deildinni þetta árið. Valtýr Már Hákonarsson búinn að verja 3 skot samkvæmt okkar tölfræði. Og okkar alltaf rétt. Já, Gunnar Andrésson tekur hér leikli eftir 14 mínútna leik. Ekki sáttur með sína menn. Væntanlega stilla betur upp í sóknarleikinn sem er hálf tilviljunarkenndur og ekki nógu hraður. Nei, ég verð náttúrulega að segja það að ég er nokkuð impressed með þetta framlið. Ég meina þeir eru búin að fóru með 1 víti, smá klögangur í vörðin líka. Utan það þá er þeir bara búin að spila feiki vel. Valtýr búin að koma sterkur inn. Búin að ná að geta hérna Júlíus Tissunum í hóttunum. Þannig að ég er að segja, Fram er allavega að sína það að þeir eru ekkert að fara að falla. Ekki auðvitað allavega. Nei, þeir ætla að láta liðin hafa fyrir því að spila á móti sér. Enda ekki öðru að búast, Framarar alltaf verið grjótharðir. Já, þeir mega eiga það. Það er hárið sjáður. Gríðarleg saga í handknattleiksdeild Fram, bæði kalla og kvenna, mikil sigurhefð. Og ég held að sé stutt í það að þeir fara að keppa stóra titla aftur. Hver veit hvað gerist í ár. Leicester vann
ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Fram getur alveg unnið Ólafsdeild karla. Já, blessaði vertu. Og þá búið að fara yfir málin. Leikurinn fyrir að hefjast að nýju. Við sjáum að það eru engar breytingar frá síðustu sókn Gróttu. Vilhjálmur Geir í vinstri skyttunni, Nökkvitan á miðju, Finnur Ingi í hægri skyttu. Júlíus Þórir og Leonhard í hornunum og Þrái Norri inn á línu. Og Nökkvi stillir upp. Júlíus leysir inn, Vilhjálmur Geir upp í loftið með þversendingu beint út af. Þarna á hann bara að láta vaða á rammann. Og Framarar róa leikinn niður. Bjartur Guðmundsson stýrir spilinu hjá þeim. Þeir eru ennþá með sama lið og þeir hófu leikinn með. Engar breytingar þar. Sjáum við það. Bjartur. Arnar Birkir með fast skot úr skrefinu. Þvílíkt skot hjá Arnari Birki. Lárus sá hann seint og kom engum vörnum við í markinu. Gaman að sjá hjá framvörðum hvað er mikið leikgleði. Fagna öllum mörkum. Fagna öllum fríkastum. Þeim finnst gaman að spila. Það er líka bara svo ógeðslega gaman að spila handbolta. Leonhard leysir inn, Finnur Ingi með slaka sending á Nökkva. Þá kemur Nökkvi í 1-1, klippir Finninga, þetta er skelfilega sending. Andri Þór Helgason keyrir í gegn, frábær varnarleikur hjá Vilhjálmi Geir Hauksinni. Hlaupur Andri uppi og stoppar hann á fullkomlega löglegan hátt. Og Framarar stilla þá upp í venjulega sókn. Þeir leiða hér eftir 16 mínútur, tæpar 6-4. Arnar Birki með frábæra fintu og sækir vítakast. Sáum hann að Vilhjálmur köttaði teginn til að koma í hjálpina. Og þá fyrir á punktinn Þorgeir Bjarki Davíðsson, gamli Gróttumaðurinn. Hvað gerir hann á móti sínum gamla samherja? Jú, auðveldur niður í vinstra megin og lítið sem ekkert fagn. Staðan 7-4 Framurinn vil. Þetta lítur allt feikilega vel út fyrir Framara. Þetta er fljótt að breytast. Töluverður tími síðan að Gróttumenn skoruðu sitt síðasta mark. Já, stoppa peysutóið. Næst þá hendi ég ykkur báðum út af, segir Svavar. Svavar er grjótharður. Leonhard, Nökkvitan. Leonhard. Vilhjálmur Geir. Nú fyrir hann upp í loftið og hann skorar! Þetta var snirtilega gert og 2 mínúta brottvísun. Bjartur Guðmundsson. Ekki beinar hendur kallið minn. Þá fíkur út af, segir Arnar við hann. Og Framarar því manni færri. Munu Framarar að taka markmann út af? Nei, mér sýnist ekki. Jú, þeir munu gera það. Jú, Sigurður Örn. Mikið klaps í gangi, nú þurfa þær að stilla upp, hendin fyrir að koma upp. Sigurður Örn, Þorsteinn, upp í skotið og það er í vinklinum! Þvílíkt skot hjá Þorsteini! Þorsteinn Gauti Hjálmarsson með stórkostlegt mark, 8-5. Þetta var í lagi. Þetta var svakalegt. Pínu vandræðagangur en Þorsteinn lét það ekki stoppa sig. Finnur Ingi, manni fleiri út í hornið á bróður sinn Júlíus Þóri og hann skorar. Engin snutta í þetta skipti, klára vel, þá skilar hann í sín netið. Og sjáum að Júlíus Þórir spilar hérna á móti Arnari Birki í svokallari 5+1 vörn.
Framarar eru manni færri og bregður það ráð að taka Valtý út af og setja annars sóknarmenn inn á í staðinn. Þorsteinn að Niklasi gult spjald, beinar hendur, ég veit ekki með það. Davíð Stefán Reynisson er inn á línunni. Tæpur hana, komin ansi landa baki á honum. Arnar Birkir, Sigurður Örn. Já, Svavar orðinn þreyttur á tuði. Hann ræðir hérna við Gunnar Andrésson, leggur hann á línundar. Það eru við sem stjórnum, stjórna þú þínu liði, heyrðist mér hann segja. Þorsteinn, hann reynir bara aftur en það er beint að Lárus í markinu sem er auðveldlega sitt fjórðaskot. Frábær spil. Júlíus Þórir og Valtýr ver! Valtýr Breki Hákonarson með stórkostlega markvörslu. Hann er einnig að verja sitt fjórðaskot. Þeir haldast í hendur. Ef að Lárus ver, þá ver Valtýr. Það er svolítið sagan í þessu leik. Hann gerst eitthvað á Rittaraborðinu. Og býðum við. Við sýndist nú. Það er mikil umræði í gangi á Rittaraborðinu. Nei, hann fór ekki inn á. Rittaraborðið er eitthvað að skipta sér af þarna. Rittaraborðið eitthvað, en það er ekkert. Arnar Birkir með skot, Lárus ver sitt 5. skot. Og Framarar stilla upp nýsók. Lárus Helgi að verja, eins og ég sagði, sitt 5. skot. Þetta er ekki vel gert hjá Þorgeiri Bjarka, kasta boltanum beint út af. Veit upp þessi sökina, og kemur Finnur Ársuna, Finnur upp. Og hann kasta bara, Þetta var ódýrt. Kastaði hann beint í hendunar á fyrrum samherja sínum. Þetta er bara alltaf að hamra marki hérna. Með fría hönd, langt upp í loftinu. Sjá hann William, gerir þetta á hann. Með mann í sér, fiskaði 2 hannig. Nökkvi Dan, það er ruðningur! Nökkvi Dan fær dæmdan á sér ruðningana, ég veit ekki með það. Þetta var gríðarlega flott leikvelda. Já, virkilega, ég sá þetta bara ekki nógu vel til að geta dæmt þetta 100%. Dómararnir í bestu stöðuvellinum og hljóta hafa rétt fyrir sér hérna, ég trúi ekki öðru. Já, þá fær Gunnar Andrésson gula spjaldið. Hann er búinn að tíða í cirka bá 21 mínútu af 21. Og fyrir það fær hann gult spjald. Og Framarar stilla upp í sók. Þeir eru með sitt hefðbundna byrjunarlið, Bjartur. Sigurður Örn upp í loftið og hann með skot og Lárus Helgi ver. Lárus þetta í gang. Kemur Finnur á miðuna, gefur yfir. Þetta er frábær vörn hjá Frömmurum. Þetta er stórkostlegu varnarleikur, gult spjald á Þorstein Gauta. Gríðarlega mikið vinnusemi. Menn eru tilbúin að fórna sér fyrir klúbinn í Safamýrinni, það er nokkuð ljóst. Og þá geta Gróttumenn stilt upp. Vilhjálmur, Nökkvi Dan. Og þá sækir Finnur Orri á, Finnur Orri upp í loftið, það er varið af vörninni, Andri Þór Helgason. Þorsteinn Gauti, já, skora sitt annað mark. 9-6, Frömmurum vil. Vel útvært hraðar upp hjá Frömmurum. Á bekk Framara er, eins og ég kalla hann yfirleitt, leyniopnið eða Elías Bóasson. Frábær leikmaður, örfendur. Og hann einilega hóða sá þann meistar á vellinum, en enn og aftur slög sending hjá þeim. Andri Þór Helgason fremstur. Og hann skorar! Andri Þór Helgason. Hann er að skora sitt annað mark, kemur Frömmurum í 10-6. Gróttumenn ráðalausir í sóknarleiknum. Þeir
Já, Breiðar ráða að setja Leonhard á miðjuna. Nökkva Dan í hægri skiptu, þá kemur Finnur Ingi í hægra hornið. Já, Leonhard ætlar bara að taka þetta í sínar hendur, reynir þarna fínt og skot sem alls ekki nógu gott og varið af vörninni og svo Valtýr í markinu en fríkast færan. Frábær finta hjá Vilhjálmi Geir, Arnar Birkir afsaka sig. Það bara þýðir ekkert að lyfta upp höndinni, spilaðu vörn drengur. Frábær finta hjá Vilhjálmi Geir, þetta kannski ástæðan fyrir því að þeir vilja hafa hann í skyttunni Jón. Það hraðinn sem hann býr yfir svakalur og þarna sýndi hann akkurat þar. En Framar eiga líka eina svakalega skyttu. Hún þarna, Sigurður Þórsson getur svo hamrað á markið. Við þurfum að fá hann í gang. Skemmtilegt spil. Svolítið að vinna þarna tveir saman. Þrýtingarspili. Skemmtilega spilið á frumurum. Teip á vellinum. Og Framar að stilla upp í, þeir eru með 4-2, sjáum að Bjartur inn á línunni. 4-2 á móti, 5+1 vörn. Þetta svolítið Arnar Birkir, nei, skelvileg sendingi á Arnari Birki. Vilhjálmur Geir fremstur og hann skorar auðveldlega 10-8, þetta fljótt að breytast. 2 mörk með stuttu millibili á Gróttu. Sjáum að Bjartur leitaði hann að ráða á bekkinn. Þar var Guðmundur Helgi að segja hann að taka kerfi 10. Og Sigurður með skotið í stöngina. Andri nær frákastinu, fótur dæmdur á Leonhard. Andri hann óheppinn rann í sínum aðgerðum. Bjartur. Og það óluleg blokkering dæmt. Enn og aftur Vilhjálmur Geir fremstur. Arnar Birkir inn að stela honum. En það gengur ekki. Vilhjálmur Geir skorar. Vilhjálmur Geir komið feikilega vel inn að leik. Komið 4 mörk. Og minkar munin í 1 mark. Og þá tekur Guðmundur Helgi leikhlé. Mjög skiljanlega. Frábær leikafli á Gróttumönnum. Búin að missa niður 4 marka forskot. Niður 1 mark. Staðan 10-9 fyrir Fram. Nú, Framar bara að gera allt og mikið að mistökum sókn. Já. Og þeim refsa bara strax. Mikið að sóknarfeilum hjá báðum liðum. Það er náttúrulega vissulega, svona við tölum að þessum hérna fyrir tímabilið, þá náttúrulega mistu bæði lið mikið að góðum leikmönnum. Helst má nefna að hann, Viggo Kristjánsson, fór frá Gróttu til Danmarkur. Hann var einn af þeirra sterkastu mönnum í fyrra. Það munir hann svona menn. En það munir kannski hans meira af Frömmurum. Þeir eru fleiri. Á Guðmundur búinn að leggja línuna fyrir lið sitt. Sjáum hvað hann gerir ykkur breytingar. Sýnist ekki í fljótu bragði. Það sem við erum búin að sjá í leiknum er hvað hann Andri Þór Helgason á klálega heima í efstild. Gríðarlega sprengi í kallinum. Já. Í leiklinu fékk Hallgrímur Jónasson gult spjald fyrir að tuði dómurum. Kannski ekki rétti tímapunkturinn til þess að vera að sækja gula spjaldið þegar þú ert að leggja leikmönnum línurnar. Þá leysir Andri inn. Gróttumenn bregða það ráð að taka Arnar Birki alveg úr umferð. Þorgeir. Bjartur, Sigurður. Bjartur. Finnur Valdimar á línu og Valdimar skorar. Þetta var vel gert hjá Bjarti. Valdimar laumaði sér hann að bak við varnarmenn Gróttu og sendingin fullkomin á hann. Og hann skilar þessi í netóskona 11:09:26 mínútur liðnar af fyrri hálfleik. Við verðum nú að gefa honum Gunnar það að þetta var einstaklega góð breyting að fara að plúsa og síðan taka umferð. Hann Arnar Birki. Já,
Smá glöggangur. Snöggt skot. Valtýr vel. Já, glæsileg ársla. Á keraður upp, framarar, Andri á línumann. Þarna, og það er haus, auðvitað. Bjartur þarna með glæsilegan haus. Bjartur að skora sér annað mark. 12-9. Það er komin aðeins meira hraðleikinn. Já, 2 mörk fram í röð. Þetta var óskynsamlega gert hjá Leðanharði í sóknarleiknum. Slagt skot sem leiðir að sér hraður upplaup. En Gróttumenn stillu upp Nökkvidan. Vilhjálmur Geir með slaka sending á Nökkva. Leonard. Góð vörn hjá frömmurum. Lítið svör sem Grótta hefur. Það er stöðskipting. Vilhjálmur sækir hornið, Július þröngu færi. Sendir niður bara Finn. Vítakast. Frábærlega gert að Leonard að ná frákastinu og sækja hérna á markið. Sá að Þorsteinn var svona komin inn í teginn. Fiskaði vítið tiltölulega þægilega. 3 marka munur. Nú getur hann Finnur minkaði inn í 2. Finnur Ingi öflugur á vítalínunni. Já, örugt. Finnur Ingi. Hann er að skora sitt fyrsta mark. Og það á 28. mínútu, það gerist ekki oft. Finnur Ingi var gríðarlega atkvæðamikill í liði Grótta síðustu tímabili. Það var nú bara þeirra markaðasti maður. Já. Með 145 mörk. Takk fyrir góðan daginn. Já, sjáum hvernig Framar að leysa þetta með Arnar Birki klippt hann út. Bjartur, Rauðningur, nei. Sigurður með skoti framhjá. Og Gróttumenn sækja rætt. Ná þeirra minka munin í 1 mark. Finnur Ingi, já, gerir það og 2 mínútna brottvísun. Hárréttur dómur, hékk þarna í Finninga. 12-11 Finnur Ingi með 2 mörk í röð. Taka Framara Valtýr út af. Valdimar kemur inn á línuna. Já. Komar í Kairó árás. Losa varnarmerki. Bjartur, lúmskot en tiltölulega þægilega varið hjá Lárusi. Lárus að velja sitt 7. skot og langskot frá Finni. Enda enginn í markinu ekki að reynda. Það er langt framhjá. Eða svona langt framhjá meðan við á Rópi mark kannski. Já. Þetta var nú svo alveg líka 40 metra kast. Já. Það er ekki gefins. Framarar stillu upp 20 sekúndur eftir. Bjartur, hending komin upp. Frábær línusending á Valdimar. Það er mark og 2 mínútna brottvísun. Árni Benedikt hlýtur hér 2 mínútna brottvísun fyrir að brjóta á Valdimari Sigurðssyni. 13-11, 13 sekúndur eftir. Gróttumenn hafa eina sókn til að svara fyrir þetta og minnka munin aftur í 1 mark. Gróttumenn sækja Vilhjálmur. Finnur Ingi upp í lofti. Nökkvidan, frábær varnarleikur í Arnari Birki. Og við það gellur leikklukkan. 13-11 staðan í hálfleik. Frömmurum vil. Við ætlum að taka stutta pásu. Komum aftur eftir svona cirka 10 mínútur. Takk fyrir okkur. Jó.
Heyrðu. Æja, Hallgrímur, smá haustbræður á báðum liðum, mikið feila. Þú sáttu með gang þinna manna í fyrri hálfleik? Það er náttúrulega eins og segir sko, það er mikið feila, við erum komin með okkur að 7-8 tæknifeila. Og þannig að það verður bara, þetta er svona, kannski það sem mátti búast við. Og en við erum bara að hafa gaman að þessu og með nefn á lofti, það er ekkert annað. Það er ekkert annað, varnarleikurinn hefur verið svona þokkalur hjá okkur, spila fasta 6-0 vörn, mikil hreyfing. Er þetta eitthvað sem að þið hefðu mikið undirbúningstímabilinu? Já, menna, við erum með bara öll varnarafbrigði klár og okkur fannst þetta svona, það vantar alltaf smá pósta í Gróttu og við ætlum að ná í 2 stig hérna, menna það er ekkert, við erum bara komin hingað til þess. Ykkur er spáð slæmu gengi í vetur, spáð falli, en með að við spilamennsku í fyrri hálfleik þá er kannski allt sem bendir til þess að þið ætla að gefa allt í alla leiki og hafa ekki gefið neitt eftir. Já, menna, við vorum náttúrulega ekki að sperra okkur í einhverjum æfingarleikjum móti þessum liðum, við bara en það er náttúrulega hópurinn alveg glænýr og menn byrjuðu að æfa saman bara í ágúst, þannig að þetta getur bara batnað sko. Má búist einhverjum stórum breytingum í seinna hálfleiknum? Nei, ég held ekki, menna, bara eins og við ætlum að reyna að minnka tæknifeiluna, vera aðeins klókari að lesa leikinn og annað slíkt, þannig að svo bara taka 2 stig. Glæsilegt, takk fyrir, gangi vel. Takk.
Já, áhörðu góðu, velkonur aftur og þið sem að fylgdust með hálfleik þá fengum við góðan gest í spjallið okkar, hann Hallgrím Jónsson, aðstoðarþjálfari Framara, hann ræddi hans við Viktor aðan og svona Viktor að sömmar hans upp á þessu minnsta þessu, hvað var hann að segja? Hann talaði bara að liðin væru að gera mikla tæknifeila og það væri haustbragur á liðunum og þeir ætluðu svo sem bara að halda sínu striki nema að minnka tæknifeilana og þá ætti þetta koma í hús, þeir ætla sér að sækja 2 púnta, sagði hann. Já. En það er nú kannski gaman að segja frá því hér að Bjarki Már Elísson og Erlingur Richardsson, heimsmeistarar félagslið annað árið í röð. Það er ekki annað. Til hamingju með það, drengir. Füchse Berlín eru heimsmeistarar félagslið annað árið í röð, lögðu stórlið PSG að velli í úrslitum. Ertu með úrslitin? Hvernig fór? Já, hvað verður að tala um það? Bjarki Már Elísson var markaðistur með Ninar Petrovic sem skoraði 5 mörk en leikurinn endaði 29-28 og var hann leikinn í Katar eins og í fyrra. Við sjáum nú að, já, Gróttumenn eru orðnir. Grótta er 2 mönnum færri og Framarar 1. Já, herðu, nei, þarna Þráinn Orri Jónsson, já, hann tekur fyrsta skotleik sem skoraði. Við sáum ekki alveg aðtöki, mér síndist þarna eitthvað verið í gangi varðið skiptingar. Allavega starfsmaðurinn á ritaraborði stóð upp og var eitthvað að segja eitthvað við hann Gunnar. Líklega tengir þessi auka 2 mínútur því. En Gróttumenn 4 í vörn móti 5 og hann Arnar Birkir ákveður fyrir skotið. En þeir ná boltanum, sem betur fer. Framarar nú með fullskipað lið og sækja á 4 leikmenn Gróttu. Þetta er nú bara skildufæri, glæsileg vörn. Stórkostleg vörn hjá Hannesi þarna. Þarna fóru Framarar illa ráðu sínum. 6 á móti 4 í sókn, missa boltan. Missettuð línusending þarna hjá Bjarti. Spurningum bara að taka einfalda stimplinn á það. Eru nú með góð hóttamenn. Og þá sækja Gróttumenn. Þeir eru 5 í sókninni, tóku markmann út af. En það hefði bara ekkert hægt að vera 4. Það kemur Nökkvi, Leonard. Vá. Það steig út af hana en það skiptir engum máli. Finnur Ingi með stórkostlegt slút. Og ekki var sendingin verið á hann. Nei, sendingin frábær. 2 mönnum færri jafna Gróttumenn leikinn. Hann Guðmundur þjálfari Framara getur ekki verið sáttur með þetta. Þarna komist þeir í gulli tækifæri til að stinga hans af í byrjun fyrirháleiks. Framara Arnar Birkir yfir á Sigurður. Lárus Helgi Ólafsson ver. Sigurður reyndi þarna undirhandsskot í uppstökki en Lárus sá við honum. Staðan 13 og sjáum að Grótta heldur sig við það að plúsa úti Arnar Birki. Það gekk vel hjá þeim undir lok fyrirháleiks. Það var Andri boltan á miðjunni og þeir halda boltan Framarar. Arnar Birkir erfiðu færi. Og enn og aftur er Lárus Helgi að verja. Hann er að verja sitt 8. eða 9. skot. Þá stendur Gunnar við skiptilínuna, passar allir skipta rétt. Það er að gera. En þá er jafnt í liðum og Gróttumenn boltan. Hann Nökkvi yfir á hann. Þá leiðir hann hægri ærskiptinni. Já! 2 mínútna brottvísun. Þetta er bara svo einfalt, þó þetta hefur óvileg verkarnar, þá er þetta bara 2 mínútur. Arnar vil meina að þetta hafi verið bringuna. Ég síndist þetta nú alveg vera á hausinn. Aðeins í kjálkan. Það var Framarar 1 færri og nú geta Gróttumenn komist yfir. Fyrst skipti í langan tíma. Já. Það finnur yfir að Nökkvi hotnið. Júli. Og hann skora, glæsilega gert. Július Þórir Stefánsson.
Hann að skora sitt 3. mark. Og Framarar stilla upp. Þarna leynivopnið Elías Bóasson kominn inn á. Þessi drengur stór skemmtilegur inn á vellinum. Frábær leikmaður og hreint ótrúlegt að hann sé ekki búinn að fá fleiri mínútur. Já, Viljámur brýtur hann á Bjarti. Það komið stemning í Gróttuliðið. Sigurður, Bjartur. Sigurður aftur. Já, hendin komin upp. Sigurður Þorsteinsson í árásina. Frábær varnarleikur hjá Hannesi. Það var nýja reglan, 6 sendingar. Hvað komið margar? 3 konar? Já. Telja dómar upp átt? Nei, það ekki. Sigurður í skotið, það varið af vörninni. Valdimar tekur frákastið og Lárus Helgiver. Lárus er komin í stuð. Og Gróttumenn geta komist 2 mörkum yfir. Og Vilhjálmur alveg brjálaður yfir því að hafa ekki fengið boltan hana. Boltinn út í hornið, Júlíus í gegn og hann skora sitt 4. mark. 15-13 Gróttumönnum í vil. Gróttumenn eru á 9-3 runni eins og Staðan var 10-6 fyrir Frömmurum í fyrirháleik. Og Frömmurar eru stökkust vandræði með að leysa þetta sóknarlega séð. Taka Arnar úr. Þetta náði samsmaður, komin í gegn. Þetta ljóti á 2 mínútur. Já. Hárrétt. Það var geysilega vel gert hjá Bjart. Júlíus Þórir fær hérna 2 mínúta brottvísun fyrir að stjaka við honum í loftinu. Og þetta verða Framarar að nýta. Og þá fer Þorgeir Bjarki á punktinn. Öðru sinni skoraði úr fyrsta vítinu á Lárus sinn gamla samherja. Og Lárus að verja sitt 10. skot hér. Hann í fanta formi í seinni hálfleik Lárus. Og hér þarf að þurrka bolt, nei, það bara skipt bolta. Það var að passa að skipta rétt. Það vantar eitt mannin hann á Gróttu. Það að passa sig kannski aðeins á mikið. Nökkvi stjórnar þessu, kallar í X vinstri. Það Hornajóki. Kemur á miðuna, Nökkvi langt inn á miðuna. Kemur hann yfir á Leonar í árásina. Fær hann vítið, já. Vel sótt hjá Leonar þarna. Og þá fer Finnur Ingi á vítapunktinn. Spurning með varnarleiki þarna. Fast hann koma svolítið auðvitað í gegn. Og í marki að koma væntalega yngsti maður deildarinnar, ég trú ekki öðru. Hinn 16 ára gamli. Já. Viktor Gísli Hallgrímsson. Hann fættur á allt annari öld en allir hérna inni sem hann spila. Hann fættur á 2000-aldi, alveg örugglega. Hann sonur Hallgríms Jónassonar, fyrirgefðu. Hvað gerir hann nú? Já, Finnur sá við honum. Og þá stilla Framarar upp. Þeir eru manni fleiri. Og 3 mörkum undir, nú þurfa að fá mark. Arnar Birgir Ívar sigur. Ólöfleg blokkering dæmt. Þetta bara svo rosalega dýrt.
Þá ætla Gróttumenn taka sér tíma í þessa sókn. 23 sekúndur í manninn. Leonard Nökkvi. Hornajóki. Þrái Norri. Þrái Norri í árásina, kemst í gegn, kastar hann beint og vítaka. Þetta er ódýr dómur. Ég verðum að gefa Þrána, tók hann að fake sendingu með hægri, skiptiður í vinstrendina og labbaði í gegn. Þetta var mjög lúmst. Þá hvað gerir Finnur? Markaðasti leikmaður þeirra í fyrra. Geti orðið markaðasti leikmaður liðsins í þessum leik ef hann skorar. Já, hann gerir það. Valtýr nálægt því að verja. 17-13 Gróttumenn 4 mörkum yfir. Og Þorsteinn á miðunni, stjórnar spilinu. Framar að verða ná að leysa þetta. Þetta varnarafbrigði hjá Gróttu að plúsa á Arnar. Og Andri kominn hann á miðuna. Sjáum að Gróttumenn vilja alltaf beina fremurvinn á miðuna á turnana sína, akkurat þarna. Það er ekki slæmt að vera með menn sem er að slefa í 2 metrana og svo Lárus aftur sig. Það er mjög gott kombo. En það Lárus komið hvað með skotvarinn. 11 samkvæmt mínum bókum, mögulega fleiri samkvæmt annara bókum. Tökum millivegin, hann komið 12. Skot, fáið hér staðfest. Núna geta Gróttumenn komist í 5 marka fórstu. Þeir eru á 11-3 rönni. Það er bara alltaf mikið í Ólfsdeildinni. Leonard með þversendingu yfir Nökkvitan. Leonard sækir á, fínn varnarleikur hjá frumurum þarna. Nökkvi. Þetta er frábærlega gert hjá Gróttumönnum. Stórkostlegt spil og Nökkvi lappar í gegn. Virkilega vel gert hjá Gróttu þarna og Guðmundur Helgi hikar ekki og tekur leikhlé. Það þarf að endurskipuleggja allan leik Framara alveg frá grunni, það er nokkuð ljóst. En það er líka alveg nokkuð ljóst að hvar vandamál liggur, það er í sókninni. Þeir eru ekki að ná að finna leið fram hjá þessari 5+1 vörn hjá Gróttu. Grótta er búin að lesa það mjög vel að sjá að Arnar Birkir er svolítið allt í öllu. Já. Það verður gaman að sjá hvað Guðmundur Helgi gerir í þessu leikhlé. Gæti við séð hann færa Arnar Birki á miðjuna og Elías í hægri skiptu, ég veit það ekki. Það var einlaust, alveg klálega, það getur virkað. Að þeir Framarar er búin að sína að þeir eiga alveg svakalega mikið inni. Geta alveg tekið hann leik, en þeir þurfa að vera miklu agar í sókninni, er að missa boltan. Sjáum að í hægra horni er kominn Svanur Páll Vilhjálmsson hjá Frömmurum. Og Framarar halda það í sókn eftir mínútu spjall við Guðmund Helga, þjálfara sinn. Hann Svanur komum frá IBF fyrir tímabilið. 20 ára gamall. Kemur Sigur í árásina. Hann bara skýtur, já. Það er ekkert mál að gera það svona. Langþráð mark hjá Frömmurum. Já. Minkar þenni 4 mörk. Og nú finnst mér að vanta smá svona leiklegan sem að einkenndi liðið í fyrirháleik. Sammála því, sjáum að Framarar breytum varnarafbrigði, fara úr 6-0 í 5-1 með Arnar Birki fyrir framann. Vilhjálmur sækir á Arnar. Leonard, Vilhjálmur dettur. Já.
Látum boltan vinna, segir Gunnar. Nökkvitan stillir hér upp í X vinstri. Það er vantarlega Hornajóki. Já. Nökkvitan Já, klára skrifin hana. og í markið er komin Viktor Gísli og hann ver hér. En fær þetta því miður ekki skráða sig. Efnilegasti markmaður landsins. Það er bara bókað mál. Þetta eru 2 mínútur. Sjá, þetta var algjörlega óviljaverk. Hann liggur og sjálfur eftir í Svanur. Já, sótti hann á blindu hliðina. Júlíus hann ekki sáttur með hann. Þetta er vonum að þetta sé bara hníi læri. Þetta sé ekki einhver færsla á hnískilinni. 2 mínúta brottvísun, hárréttur dómur. Og Finnur Ingi fer á vítapunktinn og getur skorað sitt 7. mark. Hvað gera núna í síðasta víti móti honum? Þá lagaðist markmaðurinn niður. Hvað gerir Viktor? Og það var í boltanum en það dugir ekki. Og Framarar haldi sókn, manni færri. Hrafnar Birkir finnir í hægra horn og dregur Vilhjálm með sér. Elías Bóasson kominn í hægri skyttuna. Sjáum að Framarar setja ekki inn aukaleikmann. Það spilda bara einu fari. Já, fríkast. Frábærlega sótt hjá Hannesi. Og það tryttist allt. Hann fór fyrst í löppina þarna á Arnari Birki. Framarar heppnir þarna. Þorsteinn sækir fríkastið. Gott hjá honum. Elías. Þorsteinn í skotið og skorar. Þetta var skemmtilegt hjá honum. Já. Hann einhvern veginn náði að smeygja sig milli þessara tveggja handa sem þau höfðu mót sér. Skemmtilega gert hjá Þorsteini þarna. Þorsteinn að skora sitt 3. mark í leiknum. Ára Vilhjálmur Finnur Ingi upp í loftið út í hornið á bróður sinn. Og það er vítakast og aftur 2 mínútna brottvísun. Og nú hlær Júlíus Þóri bara tvisvar í röð þar sem hann lendir í þessu. Skilur ekki þessu. Jæja, Finnur búinn að öryggur hingað til. Lúmskur. Já, hann er að skora sitt 7. markan. Finnur Ingi skoraði það fyrsta á 2007 eða eitthvað. Já, kringu það. Það kom smá læt í húsið. Þögnum því. Þorsteinn. Mögulega hann smegir sér í gegn. Þetta var mjög tæft allavega. Já, tók hann að skemmtilegt valhopp. Samt sem áður vel gert hjá honum að ná að smegja sér. Hér sækir hann aftur og aftur í skotið og Þorsteinn skorar. Skemmtilegu leikmaður hérna á ferð. Þorsteinn að skora sitt 4. mark. Það er eitthvað mjög fallið þess að sveifla hjá honum. Já, hann er algjörlega óhræddur við að láta vaða. Það er nokkuð ljóst. Þetta var bara nákvæmlega mark á hann. Finnur Ingi með skemmtilega sendingu í hornið. Leonhard sækir á Finnur Ingi. Nökkvitan stillir upp. Vilhjálmur kemur út og hann leysir aftur inn. Finnur Ingi reynir að blinda línusendingu.
Já. Það er Svanur komin inn á aftur eftir að fengi brottvísun og minka munn í 3 mörk. Munum það að Gróttumenn eru einu manni fleiri næstu 25 sekúndunar. Já, ég var að fá skilaboð að taka næstu 2 mínútur eins og Gaupi myndi lýsa. Ég tek því að sjálfsögðu og reyni mitt allra besta. Hvað? Já. Þarna mátti nú Þráin fara sjálfur í gegn. Hendin er komin upp. Finnur ekki með skotið, það er varið. Viktor er að verja sitt fyrsta skot. Viktor Gísli Hallgrímsson, 16 ára gamall, að verja sitt fyrsta skot í þessum leik. Og Framarar sækja. Þorsteinn, Sigurður Örn, Þorsteinn, Andri, Sigurður sækir á upp í loftið og Sigurður skorar. Þvílíkt mark hjá Sigurði. Nýtir sér alla flugbrautina og þrumar honum í netið. Sigurður Örn að skora sitt 3. mark. Þeir þurfa samt sem áður meira, hann er þeirra aðalskytta. Það er nokkuð ljóst. Vilhjálmur. Og Gunnar Andrésson tekur leikli, hann hefur séð nóg. Hann ætlar að breyta til hjá sínum mönnum. Frábær kapli hérna hjá Frömmunum, búin minnkað í 2 mörk. Þakka honum Guðjóni fyrir að koma hérna að gestalýsa. Guðjón er vinnur okkar. Hann er topp eintak af íþróttamanni. Herri, já, 20-18. Það er allt annað að sjá til Framara núna. Byrjar að standa góða vörn og spila betri sókn. Og minnum ykkur svo sannarlega á það að við erum á Twitter og endilega notið hashtaggi handbolti eða Ólafsdeildin. Látið vita hvað ykkur finnst um leikinn, útsendinguna. Þessa eftirhermur sem heyrðu ég áðan. Búin til smá stemming kring handboltan. En það er svo sannlega stemming hérna. 15 mínútur eftir, 2 marka munur. Í það sem mætti kalla 4 stiga leik ef eitthvað maður marka spána. Þar sem að Gróttu var spáð 8. sæti og Frömmurum 10. Það var að Vilhjálmur á miðunni. Leonard á Vilhjálm. Nökkvi í orðans niður. Stöðuskipting, Vilhjálmur orðna, leysir hann strax inn. Nökkvi býtir pláss fyrir Leonard, en það er stólinn bolti. Þorsteinn skorar, sláinn inn. Þvílíkt mark, 20-19. Þvílíkur kapli á Frömmurum. Og frábær varnarleikur, nú er stemningin í Safamýrinni, það er nokkuð ljóst. Þetta sýnir okkur hvað stemming getur verið mikilvæg. Já, það er heldur betur að færast æsari leika hér og hér stoppar eftirlitsmaðurinn leikinn. Og hvað nú? Hvað nú? Það þarf að þurrka gólfið. Gunnar gera það bara sjálfur. Eftirlitsmaðurinn ekki sáttu við þetta. Það bara stoppa leikinn með þetta. Áhugavert. Hvað gerist þarna? Ég misti algjörlega hvað gerist. Hvernig hann stíði út af bara? Það var flauta hér til leiks og nákvæmlega sekúndu seinna var boltinn flautaður af Gróttumönnum. Sýndist hann hafa stíði út af? Segjum það. Eða eins og Gaupi myndi segja, ég sá þetta bara ekki, ég get ekki gefið upp, hvað gerðist? Það væri Gróttumenn. Já, 2 minna brottvísun, já þetta er hárrétt. Kemur inn í hliðina á honum. Já, fer inn í hliðina á honum þarna. Það bara má ekki. Þetta er bara banna. Tvígrip, það var dæmt tvígrip, við fáum það hér frá. Já, já. 4. dómara leiksins.
Hann hefur dripplað í þar mynd sem dómarinn flautaði. Gott að við erum ekki dómarar. Já. Við hefum ekki séð þetta. En Framarar stilla upp í sókn, manni fleiri, Arnar Birkir sækir á, boltinn yfir á Sigurð, upp í loftið og Sigurður skorar! Sigurður jafnar leikinn 20-20 og fagnar þessu vel og innilega. Sástu, þetta var uppstökk með undanskoti. Já. Það er bara ein fucking regla. Og það er að negla. Það er bara hans regla. Við fáum 1 blótseri per útsendingu. Þetta var okkar blótseri. Já, það eru konar trommur í húsi, góði gestir. Við fögnum því að sjálfsögðu. Leonard sækir á, dripplar, Nökkvitan. Þeir eru alveg Arnar Birkir stelur boltanum. Það er ekki markinu. Nei, skemmtilega klárað. Wow, hann er að kynda núna maður. Já, nú. Hann tók keiluna. Og Framarar skyndilega komnir yfir 21-20. Þetta eru svakalega sveiflur í þessu leik. Þetta er eitt sveiflukendasti leikur sem ég séð í langan tíma, það er nokkuð ljóst. Gróttumenn þurfa nú öllum sínum brögðum að beita til þess að breyta þessu. Já, Þráinn Orri, vel brotið á Sigurði. Munum það að Gróttumenn eru náttúrulega einu færri og verða það næstu 25 sekundunar. Nökkvitan, Leonard, þetta er vandræðið skref, hárréttur dómur. Og það er enginn í markinu. Og Arnar Birkir skorar aftur í toppmarki og fagnar þessu skemmtilega, það er alveg klárlega þannig. Hann er heldur betur að kynda bæði áhörundum liðinu sínu og anstæðingunum. Svona að gera þetta, gaman að sjá leikmenn með svona líf, með svona gleði. Arnar Birkir að skora sitt 5. mark. Og nú þurfa að Grótta allan hans stuðning sem hafa á stúkunni. 2 mörkum undir. Þeir eru manni fleiri í sókn, Leonard í gegn og það er vítakast. Já, vítakast. Og sýnist menn að Valtý ætla að koma í markið, taka vítið. En það er engin leið að stoppa Finn. Ég er góð að trúa því að Valtýr gerir það núna, staðan 22-20. Allur meðbyr með Safamýrapiltum. Það er eitthvað sem segir mér að Valtýr kom inn á og verji þetta víti. Finnur Ingi stígur á punktinn. Feik. Og nei, það er örugt. Hann er bara ógóður í þessu. Já. Það verður að segja þessu verð. Frábær vítaskipta, 8 mörk frá Finninga Stefánsinni sem mingar munin í 1 mark, 22-21. Arnar Birkir far hér smá hvíld, Elías Bóasson í hægri skiptuna. Og Gróttumenn halda sig við þetta varnarskipulag, vera fyrir utan trufla. Já, það gekk vel tíma. Þessi lúmsku skot. Já, þetta eru stórkostlega lúmsk skot. Þetta eru hrikalega skemmtileg skot. Þorgeir að skora sitt 7. markir í dag. Ég er nú að segja, ég er komin í fanklubinni á Þorsteini, sko. Þetta er svakalega skemmtilega leikmaður. Það er þannig að klártmála, ég ætla að finna hann á Twitter. Það er 100%. Það er 100%, já. Vilhjálmur. Framarar vilja skref. Það gengur Kolkvín er rekur á Gróttumönnum í sóknarleiknu núna. Þorgeir upp í loftið og það er varið að Sigurði! Sigurður verð þetta! Það er öllu fagna hérna. Vilhjálmur. Leonard Þorgeir þarna. Gróttumenn finna enga glufu. Leonard með skoti og það syngur í vinklinum. Þetta átt að verja Viktor. Leonard minkar munin í 1 mark. Já, nú færast æsar í leika. Það eru komin læti hér í stúkuna. Það eru 8,5 mínútur eftir. Framar 1 mark yfir í sókn. Það er okkar maður. Kemst í gegn. Vítakast á 2 mínútur. Árni Benedikt fær 2 mínúta brottvísun.
Nei, að Július Orri fyrir að stíga þarna fyrir hlaupaleiðina. Já, hann hefur nú einhver reynsla því að hafa fengið á sig. Já. Þá hann Andri komin aftur á punktinn. Og Lárus Gunnarsson til að komin í markið. Lárus Gunnarsson ver vítakastið. Ekki oft sem að sér Andra klúra 2 mínútum í leik. Nei. Núna mega bara ekki Grótta tapa aftur svona boltanum. Þeir eru með markmanninn út af. Þannig að það er nú ekstra dýrt af boltanum. Það er Árni. William Árni nær að koma honum á þráin hann. Glæsilega gert hjá Gróttumönnum. Já, frábært spil. 23-23. Það er kannski gaman að segja frá því sem ekki að fylgjast með leik Aftureldingar að Selfossi. Þar eru Selfyssingar 6 mörkum yfir 23-29. En hér Einar Bóasson út í horni á Ærhott. Þorsteinn út í horni og Lárus ver. Þetta var slagt skot hjá Svanni Pál. Lárus las þetta vel. Það er samt skemmtilegt að sjá þessar krossendingar. En Svanni verður bara nýta betur. Þetta er fínasta færi. Þetta er gott færi. Það eru 15 sekundur í að Grótta fái sinn 7. leikmann inn á. Þeir eru markmann út af, ekki gleyma því. Nökkvitan. William inn á miði. Nær línusetningunni. Þráin komin í gegn. Og í stöngina og í bakið á Viktor í gegn. Þetta verður að skrifa sem óöfni. Og þá eru Gróttumenn komnir yfir 24-23. Minnum ykkur aftur á það, hashtaggi handbolti og hashtaggi Ólistildin á Twitter. Endilega segja ykkar skoðun. Þá er það Sigurður Járssona. Þorsteinn missir ekki boltan og á losað. Já! Þetta var frábælega að spila hjá Arnari Birkir á Valdimar sem sótti í vítakast. Þarna sýndi Arnar okkur af hverju hann er náttúrulega að tekja umferð frá því bara miðjan fyrir áleik. Hann er svakar leikmaður. Þá er Þorsteinn okkar uppáhaldsleikmaður í þessum leik á punktinn. Já, öruggur sem fyrr. Þorsteinn markaðistur leikmanna fram, kom með 7 mörk. Já, þetta er með skemmtilegu sveiflum sem ég séð. Ég verði að aukna það. 24, 5,5 mínútur eftir. Þetta verður vonandi hörku spenna allt til loka. Leonard Nökkvitan sækir á. Frábær varnarleikur á Sigurði. Fimm mínútur eftir, koma. Leonard í fintuna inn á línuna. Nei, Arnar Birkir. Andri. Nei. Skelvileg sending. Það var ræður upp yfir bakið. Nökkvitan. Skemmtileg finta og hann skorar. 25-24, Nökkvitan Elliðarsson að skora sitt 3. mark og kemur Gróttumönnum yfir. Og Andri Þór Helgason kemur skiptingu. Vinna kemur leikmann 7, Ragnar Þór Kjartansson. Hann er einnig ungur og efnilegu leikmaður úr röðum fram. Spilaði 8 leiki í deildinni fyrra. Þorsteinn nær sendingunni. Hann er kyrrður í gólfið. Það er hárrétt. Þetta eru bara 2 mínútur. Statt upp svo hann getur rekið út að drengur. Nei. Þetta er ekki 2 mínútur. Tilburði hjá
Svavar var eins og hann var að gefa 2 mínútur. Mér fannst þetta að vera 2 mínútur. En gríðarleg barátta samt sem áður hérna inn á línni, Jón. Mögulega náði hann að klemma hérna. Það leiti hans verið út. Það var þurft gólfið. Jæja, Framarar geta jafna leikinn þegar rúmar 4 mínútur eru eftir til leiks. Arnar Birkir í herskiptinu, það er verið að plúsa á hann. Þorsteinn í skotið sitt, sjáu þennan mann! Sjáu þennan mann! 8. marki á Þorsteini sem jafnar leikinn 25-25 þegar rétt tæplega 4 mínútur eru eftir. Hann er að halda boltan svo langt frá vörninni að þeir ekki séns að blokka þetta. Það er gaman að þessu. Vilhjálmur, Nökkvitan. Vilhjálmur í skotið, Valtýr ver! Valtýr Breki að verja sitt 7. skot. Og jaft er á tölum, 25-25, rúma 3 mínútur eftir. Framarar í sókn. Hvað gera Framarar? Sigurður Þorsteinn, hann er funnettur út í hornið og Lárus ver! Lárus Gunnarsson er að verja sitt 3. skot. Plata þarna Svan til að setja hann í nær og bara loka. Glæsilega gert hjá honum. Vel gert. Það er að gefa hann það. 25-25, 2 mínútur og 35 sekúndur eftir. Nökkvitan, nú verður hver sókn rosalega dýr. Og Gróttumenn taka leiklega rétt í það mund sem að Þorsteinn stelur boltanum. Vá, Jón. Og núna skilst mér það að nýju regluna eru þannig að ef spjaldið er lagt niður og þeir missa boltan en sóknin í gangi, þá telst leiklið ekki. Það þarf að ná að flauta í gang. Já, það er skemmtileg regla. Já, það átti þetta að vera vaðmál, það unni bolta, nei, hér er spjaldið að koma niður. Já. Komið veg fyrir að þjálfara geta beðið með spjaldið alveg heil lengi, svo rétt setta niður. Já. Það er eitt af þessum 109 reglum. En 25-25, Viktor, hvað skiptir mál núna? Hvað þurfa liðin að gera til þess að ná að knýja fram sigur? Menn þurfa bara að vera skynsamir í öllu sínum aðgerðum, ekki fara fram úr sér. Stilla vel upp í sókninar og standa sinn varnarleik. Hafa trú á sér og liðsfélögum sínum. Það er öllu til tjaldæðina hjá Frömmurum. Þeir setja Andra og Þorgeir í hornin. Þeir eru búin að vera í smá hvíld. Já, Framarar eiga Andra nánast alveg inni. Já. Andri aðeins kom með 2 mörk. Frábæri leikmaður. 2,5 mínútur eftir, 25-25, Grótta í sókn. Þá er Nökkvi í vinstskiptinni, vill fá hjálp. Nei, Júli vill fá Júlsinn. Skemmtileg finta á Nökkva, kemst í gegn og skorar, glæsilega gert á Nökkva. Slakur varnarleikur þarna hjá Þorgeiri. 26-25, 2 mínútur eftir. Hvað gera Framarar? Núna eru öll mistök að geta tvöfalt, það er bara hannig. Þarna náði loksins að blokka hann Þorsteinn. Þorsteinn stillir upp. Stöðskipting við Sigur, Sigur kominn miðuna. Þorsteinn með langa sending í hornið. Sigurður, hann fyrir skot. Það fór yfir hana. 1,5 mínútur eftir, Gróttumenn geta komist 2 mörkum yfir.
Núna liggur Gróttumönnum ekkert á til að ná einni í langri sókn. Vilhjálmur Nökkvítan, hendin er komin upp. Það var talning í gang. Nökkvi með skot, Valtýrver. Frákastið, lína. Nei, fríkast. Nei, já, halda boltanum. Þarna þurfti Nökkvin ekki verið skot strax. Nei. Hafið 6 sendingar. Gróttumenn sækja Leonard. Nökkvi, Vilhjálmur. Nökkvi. Og Nökkvi skorar! Nökkvi er að klára hennar leikir fyrir Gróttu. 30 sekúndur. Arnar Birkir upp í skotið og hann skorar. Nei, það er tími. 27, 26, 20 sekúndur. Framarar fari maður og mann. Þeir þurfa að pressa. Já. Finnur Ingi. Það er að gefa hann færi bara. Og Finnur Ingi skorar. Þá er þetta búið. 28, 26. Og Lárus Helgiver. Lárus Gunnarsson Helgiver. 4. skot og síðasta skot leiksins. Leiknum er lokið. Gróttumenn fara með 2 marka sigur á Hólmi 28-26 í ansi sveiflukenndum leik. Við verðum nú að gefa framfæra það, sýndu alveg heilmikið dugnað og þor í þessu leik. Þeir eru til alls líklegir í deildinni. Þeir ætla ekki bara að taka það 10 seti og segja ok, þeir vilja meira. Já. Herru, við hérna hjá Thorworks og HSI þökkum kærlega fyrir útsendingu. Við ætlum að reyna að vera með fyrir útsendingu vetur og þið getið fundið meira það á heimasíðu okkar. En takk fyrir okkur í dag, þetta var frábær leikur og þá til næst. Bless.